Sæl veriði, aftur gleðilegan hvíldardag. Við erum að halda áfram í för okkar fyrstu Mósebók. Við ætlum að fara aðeins í annan kafla. Hvað er eiginlega líf? Spurði afi, vísindamanninn, þegar þeir voru svo heppnir að geta verið saman á Surtsey í skoðunarferð. Þeir sátu kvöldið og voru að rabba saman merkingu þess að eyja hafi risið upp úr hafinu á stuttum tíma fyrir allra augum og hann, Jón Hjörleifur, afi minn var svo heppinn að fá að fara eyjuna, hún nú friður, það mægi ekkert margir fara á hana nema vísindamenn og hann fékk hann að fara sem fylgdarmaður einhverja og man ekki hvort hann var að túlka hana eða eitthvað svoleiðis og sagði mér oft söguna frá því. Geturðu útskýrt fyrir mér hvað lífið sjálft er? Spurði hann einn efasemdarmanninn. Ef þú ert svona viss að líf verði til algjörlega sjálfu sér og bara búm, kom úr engu, getur þú sýnt mér þá hvað líf er? Eða minnstakosti skilgreint fyrir mér hvað líf er, hver er munurinn á einhverju sem er dauð og einhverju sem er lifandi? Málið er að við þessari spurningu eru ekkert sérstaklega góð svör alltaf. Á fyrstu blaðsíðunni í líffræðibókinni í menntaskóla þá er einmitt útskýring á því hvað einkenndi líf, líf getur að sér líf og svo framvegis, en án þess að það veri bent á bókstaflega hvað líf væri, hvernig það liti út og hvort það væri hægt að gera það og hvað fælist í lífinu sjálfu. Það væri ekki hægt að skilgreina nema út frá því hvað það gerir. Þannig að líf er ekki mælanlegt, getur ekki skoðað það eða séð það. Þú getur séð þegar þetta er staðar og áhrif þess. En það er ekki einhver mælanlegur hlutur. En getur mælt áhrif þess sem það hefur á hluti. Við ætlum að fara í annan kafla í fyrstu Mósebók, sögun sköpun mannsins, sköpun konunnar og garðinn og aðeins líta á lífgjafan þar. Skulum biðja. Himneski Faðir, við biðjum þig að hjálpa okkur að skilja hér í dag þegar við lesum í orðið þínu og að við getum fengið innsýn inn í hvað þú vilt segja við okkur þar. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Ef þið bara fletti með mér í fyrstu Mósebók, annan kafla, þá skulum við svona aðeins bara renna saman í gegnum þetta. Það byrjar hana í 4. versi, fyrstu 3 versin eiga með fyrsta kaflanum, sköpunarsögunni þar. Þetta er sagan, byrjum í 4. versi, uppruna himins og jarðar. Á þeim degi, þegar Drottinn gerði himin og jörð, þá var engin runni merkunar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að Drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina. Og það var engin maður til þess að yrkja landið, en móðu lagði upp af jörðinni sem að vökvaði allt landið. Fyrsta Mósebók, vitið hvernig hún er uppbyggð? Þegar þú lest bókina er einhver svona strúktúr í henni eða eitthvað svoleiðis. Þegar þú ferð og lest hana þá kemst það í að fyrstu 11 kaflanir sköpun heimsins og það er flóð og það er Babel sem er svona eiginlega forsaga og síðan frá 12. kafla til 50. kafla þá höfum við Abraham, Ísak, Jakob og Jósef sem að Guð er að vinna bara með eina fjölskyldu og fer alveg í þaula þar. Þetta er ein leið til þess að líta á uppbyggingun hennar en hún er pínu svona furðuleg því að það er byrjað að tala Abraham hér og hver segir að skiptingin sé þarna, það er ekki neitt sem bendir til þess. En í bókinni þá eru svona greinaskil, kaflaskil. Það er eitthvað sem okkur finnst ekkert sérstaklega skemmtilegt en í bókinni þá koma reglulega einhver svona stuttar ættatölur sem að byrja á hana orðinu Tóledót sem að segja þetta er ættatala Ísmaels eða þetta er ættatala Esá, þetta er sagan á Nóa fyrir eftir hvernig þið þýð þetta. Og fyrsta skipti sem það kemur er það reynda hér í 4. versi þegar það segir þetta er ættatalan eða sagan uppruna himins og jarðar og heldur síðan áfram og það er svona inngangurinn að næstu sögu. Það er alltaf byrjað sem inngangur. En þetta skipta eru svona í miðju versunu í okkar þýðingu en það þarf ekki endilega að gera það. Þannig að bókin skiptir svona í þessa 10 hluta og hér er að byrja bara fyrsti hlutin. Þetta, segir hann, er ættatala eða sagan eða niðjar þess
Þetta náttúrulega talað undan himinn og jörð, ekki eitthvað fólk, þannig að fólk kannski vil ekki setja orðið niðjar þarna. Það að segja sköpunarinnar sjálfar og fer síðan bara með þennan eina kafla, annan og þriðja kafla og síðan reyndar fjórða kafla afleiðingar sem að gerist áður en að byrjar næst inn í 5. kafla. En allavega það segir aðeins frá garðinum og það sagt hvernig garðurinn og það verið að minna fólk á þetta áður en að það komið rigning, áður en að maðurinn byrjar að erfiða, áður en að það komna jurtir sem eru svona svo þistlar og þyrnar og þú ert að erfiða. Þetta þegar að garðurinn var ennþá þægilegur og góður og fyrir bara tíma fallsins, má segja. En það minnast á að það hana engin rigning sem á sér stað, heldur bara móða sem að vökva landið. Þá segir, mótaði Guð mannin, 7. vers, af moldu jarðar, blés lífsanda í nasir hans, þannig varð maðurinn lifandi vera, eða lifandi sál, segir í eldri þýðingu. Þá plantaði drottinn Guð aldingar í Eden í austri og setti þar mannin sem að hann hafði mótað. Eins og leirkera smiður sem að vandlega myndar eitthvað fallegt úr leirnum, þá myndaði Guð manninn af leirnum. Adam sjálfur dregur nafn sitt af orðinu jörð. Bókstaflega þýðingin væri bara Guð myndaði jarðarbúan af jörðinu sjálfru. Og Adam verður svo ekki bara nafn á manninum, en líka notað bara mannkynið, eða mannin, af því að Adam stendur fyrir mannkynið sjálft í þessum kafla. En maðurinn formaður af Guði sjálfum, hann ekki skapaður með orði hans eins og í 1. kafla öll dýrin og Guð gefur dýrunum anda sinn en manninum gefur hann anda sinn með því að blása lífinu í nasir hans. Aðeins þá verður hann lifandi einstaklingur. Það sem að svona dautt hold fær líf þegar andans kemur. En hvað líf? Hvaðan kemur það? Ef við getum ekki alveg útskýrt hvað líf og getum ekki haldið á í höndu okkar eða svona greipar á það. Við getum sagt hvað skilgreinir það, en getum ekki útskýrt það en ég búið það til. Og þá getum við ekki svarað þeirri spurningu. En samkvæmt textanum sem við höfum í reikningunni, þá líf og það segir bara að Guð lífgjafinn. Og það lögð áhersla einmitt á tengingu lífsmannsins við lífs Guðs sem að færir honum það. Hann væri ekki til, eða hann gæti kannski verið holdið eitthvað, hann hefði ekki þetta lífsanda nema Guð hefði gefið honum það. Og hann bara líflaus vera þangað til það gerist. Og andinn kemur til hans og færir honum líf, en andinn getur líka aftur horfið frá manninum og þá hann ekki lifandi lengur. Og það segir hérna að þegar að moldu jarðar sem að Guð búinn að forma og fær lífsandan í nasi sér, þá verður hann lifandi vera eða sál. Það það sem að gerir mannin að lifandi veru. Holdið og andi Guðs saman. Ekki sál sem að lifir einhvers staðar annars staðar, heldur andinn samblandað við holdið. Ekki ódauðleg sál, heldur verður maðurinn dauðleg vera sem háð Guði fyrir líf sitt. Og þegar við tilbiðjum Guð sem skapara, þá tilbiðjum við Guð sem lífgjafan sjálfan, sem gefur okkur lífi, en við heldur líf okkar líka. Og fyrst hann hefur gert það, þá gefur hann lífinu tilgang og merkingu. Garðurinn sem að maðurinn var settur í, virðist hafa verið mjög glæsilegur. Maðurinn settur þarna til þess að lifa í samfélagi við Guð, skapaður til þess og síðan að sjá garðinn. Sjálft nafnið á Eden þýðir hvað? Yndi eða yndislegt. Ekki þetta sé útópískt paradíska þar sem að allt eitthvað svona draumakennt og yfirnáttúrulegt. Bara góður staður sem indæll og maðurinn hefur eitthvað til þess að gera. Hann hefur eitthvað fyrir stafni að yrkja jörðina. Það reyndar að tala í síðari versum þegar við lesum þarna í 15. til 17. versi.
Það aftur sagt svona sami mannin. Þá tók Guð manninn og sett hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Og Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta af vild, en af skilningstréi góðs og ills máttu ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur að þið myndu deyja. Allavegana, maðurinn fær tækifæri og honum gefið að sjá garðinn, þjóna og passa upp á hann, yrkja og vernda, segja þeir. Textinn minnir næstu því á það sem að prestar vinna í musturinu og þjóna, þar sem þeir passa upp á staðinn og vernda hann. Staðurinn sérstakur af því að Guð dvaldi hér með manninum og átti samfélag við hann í Eden. Þannig varð Eden eða einhvers konar musteri, löngu áður en manninum var vísað úr garðinum og Guð bjó til nýjan stað, helgidóm, til þess að eiga fundastað við mannin. Og helgidómurinn var einmitt fullur af myndum sem voru tengd við Eden, alls konar plöntur og kerúbar sem átt að benda fólkinu aftur til hins upprunalega samstæðar Guðs og manna. En þessi staður sem að glataðist, og Biblían einmitt byrjar á fyrstu 2 köflunum sköpun mannsins og paradís og síðan bara fall og saga náð Guðs sem endurreisir mannin og síðan í lok Biblíunar bara síðustu stöfunum 2 aðrir þar sem að endurreisn mannsins og hinn paradís endurheimt og Eden endurheimt. Og það athyglisvert þá bara að þegar fólk hugsa stundum himnaríki þá sér það fólk á skýi með hörpur og eitthvað svona bara sem hljóma bara leiðinlegt að eilífu, eitthvað sem að fólk hefur ekki áhuga á. En alveg eins og maðurinn var skapað með hlutverk og vinnu, vinnan ekkert afraksturs falls heldur hluta því sem við eigum að gera, okkur bara hluti af okkur, meira sé á himnum, menn þá örugglega fólk hafa vinnu og eitthvað spennandi og skemmtilegt fyrir stafni og lífið þrungi merkingu og innihaldsríkar hlutverka fyrir alla. Ásamt frelsi og eilíðinni til þess að gera það sem við vorum sköpuð upprunalega til þess að gera sem að birtist hér. En ég slökkti hann og yfir vers. Í 9. vers segir, Drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, margs konar tré, girnilega á að líta og góð að eta, ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Síðan í kaflanum segir hann, Drottinn bauð manninum og sagði, af öllum trjánum í garðinum máttu eta af vild, en af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því myndu deyja. Svo maðurinn ekki skapaður sem svona ódauðlegur, sál sem aldrei getur dáið. Annars styrkti hann ekki lífsins tré, ekki satt. Maðurinn var hold og andi, en verður lifandi vera sem lifir að náð Guðs með svona skilorðsbundin ódauðleika, getur maður sagt. Borðan af trénu mun hann lifa, ef ekki mun hann að lokum deyja. Og að eta af trénu var bara þeirra trúarjátning að Guð viðheldi lífi þeirra. En maðurinn hefur engan áhuga á því, það kemur mest í fókusinn síðar á hitt tré, skilningstré. Það aldrei minnst á skilningstré góðs og ills nema hér í 2. kafla og síðan það sem hann borðar að í 3. kafla og síðan aldrei meir í Biblíunni. Það minnst á tré lífsins af og til og í orðskvunum og svona. En hvað var skilningstré góðs og ills? Og hvað merkir það að borða af skilningstré góðs og ills? Hvað merkingu hefur þessi skilningur og góð og illu? Gott að vita af því afleiðingarnar eru skelfilegar og menn hafa sett alls konar hugmyndir. Ef að maðurinn mátti ekki borða þessu, því að ef að maðurinn myndi borða þessu þá myndi hann verða vita allt. Gott og illt svona andstæð hugtök sem að ná yfir alla þekkingu og maðurinn á ekki að vita það og þess vegna mátti hann ekki borða þar. Það passar ekki við því að maðurinn veit alls ekki allt. Síðan hafa sumir sagt sem hafa svona kannski dimmari mynd af bara kynlífi og bara kynferði mannsins að þeir máttu ekki borða af trénu því að þá myndi opnast fyrir þeim einhver svona kynferðisleg þekking og þau gætu byrjað að sofa hjá og eignast börn og þannig lifa það eilífi í gegnum afkvæmi sín sem algjörlega út í hött því að maðurinn var skapaður, karl og kona og Guð sagði fjölgið ykkur og eignist börn og það var hluti af Guðs sköpun til þess að byrja með. Það var ekki eitthvað svona tabú eða neikvætt. Það svona seinni tíma
einhverjar furðulegar hugmyndir sem að veldi að fólk fyrir að segja þetta. Síðan fólk bent á alls konar eitthvað svo menningarlega hluti og eitthvað sem að hefur enga merkingu. En síðasta sem að hljóma best, að greina sjálf milli rétts og rangt, bara að hafa sjálfræði þegar kemur að siðferðilegum hlutum. Frasinn gott og vont nefnilega notað í Gamla testamentinu á svona lagalegan hátt sem frasi þar sem að ég að mynda og útskýra mína ákvörðun. Eða ég gef álit mitt á hvað rétt og rangt. Ég dæmi sjálfur hvað fyrir bestu. Og ef það ekki auðvelt að skilja þetta, þá getur ég tekið kannski smá dæmi síðar úr bókinni þar sem að frasinn gott og vont notað sem eins og svona. Eins og í 24. kafla fyrstu Mósebókar þá þjónar Abrahams að reyna að finna konu fyrir Ísak. Og þessi þjónar Abrahams hafa fundið konuna. Það hefur allt gerst sem þeir báðu Guð myndi gerast, myndi hitta þessa konu, hún myndi bjóða honum að drekka og dýrunum hans að drekka og þetta var á sama stað hann átt að vera. Og það segir hérna, þeir Laban og Betúel svöruðu, þjóni Abrahams, þetta frá drottni konum, við getum ekkert sagt, svona þýðum við þetta 2007. En ef við skoðum bara aðeins eldri þýðingu, þá svöruðu Laban og Betúel og sögðu, þetta frá drottni komin, við getum ekkert við því sagt hvorki illt né gott. Hugmyndin á bakvið og ástæðan fyrir ekki þýtt að hann segir ekkert gott eða vont því hann vil ekkert segja sitt álit á málinu. Það sem að Guð leiddi þjón Abrahams hingað á réttan stað til réttra stúlku hefur Laban ekkert frelsi lengur til að segja hvað honum finnist hvort að stúlkan ætti að giftast Ísak eða ekkert. Sama tíma aftur inn að síðar Laban þegar að Jakob búinn að búa til langra tíma, hann búinn að giftast Leu og hann búinn að giftast Rakel og hann búinn að vinna hann í mörg ár og flýr í burtu. Og Laban heyrir af því og hleypur eftir honum. Nóttina kom Guð í draumi til Labans hins arameíska og sagði, gættu þess að mæla ekkert styggðarorð til Jakobs, eða mæti bókstaflega, mæla ekkert gott eða slæmt. Laban hefur nokkuð ákveðna hugmyndir ef þið þekki sögunar, hvað hann vill segja við Jakob fyrir að flýja svona, en honum sagt, segð ekkert gott eða vont, þú ert ekki að fara að ákveða eða segja til hvað rétt og rangt hér, hann búinn að vinna fyrir þig, ég að senda hann heim núna, láttu það bara vera. Þótt hann hafi kannski góða ástæðu til þess. Svo hvað bannið á skilningstri góðs og ills? Það kannski ekki svo mikið sagt og kannski skiptir meira bara máli að þeim var sagt ekki borða þetta þegar hafið 9.000 miljón tré í staðinn. Bannið á skilningstri góðs og ills. Fyrir mannin kannski að velja sjálfur og ákveða hvað honum fyrir bestu og hvað ekki. Að rífa af Guði alvitrum réttin á skilgreina hvað gott og slæmt, því það ákvörðun sem að Guð gaf engum nema sér. Meika kannski vonandi aðeins meira núna, að éta skilningstri góðs og ills, taka sér hlutverk Guðs og sem að hann átti. Og það nefnilega þannig að maðurinn einstaklega ófær og lélegur að skilgreina stundum hvað gott og hvað vont án hjálpar Guðs. Við sjáum afleiðingar þess í næsta kafla og síðan í restinni af reikningunni, að þetta ekki sérstaklega flott hlutverk fyrir mannin. En hann segir, fljótt þú munt gera þetta, muntu deyja, eða þú munt byrja að deyja, þú munt eiga skilið að deyja. Hann byrja náttúrulega, að dauðinn kemur strax yfir þóttur að taka langan tíma og að lokum mun það koma fyrir hann. En við ætlum að fara að halda áfram í 18. til 25. vers makaleitina. Drottinn Guð sagði, eigi það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gefa honum meðhjálp við hans hæfi. Drottinn Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla himinsins og moldu og létu koma fram fyrir mannin til þess að sjá hvað það nefndi þau og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skyldu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfínu nafn ásamt fuglunum og dýrunum en hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefnfall á mannin og hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og setti hold þess stað.
Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn, loks hér bein af mínum beinum og hold af mínu holdi. Hún skal kvenmaður kallast því hún af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sína og móður sína og býr með eiginkonu sinni og þau verða eitt hold. Þau voru bæði nakin, kallinn og kona hans, og blygðuðu sín ekki. Guð sagði, það eigi gott að vera ein. Það fyrsta skipti sem að eitthvað kemur fram sem ekki gott í biblíunni, allan í fyrstu 2 köflunum. Ekki að það sé illt eða slæmt, það bara ekki fullnað. Himinin án fuglana var ekki fullbúinn, sjórinn án sjávardýrana var ekki kláraður. Allt hefur þörf á einhverju öðru að halda til þess að vera fullbúið og heilt, nema Guð. Að meira að segja hann birtist í fyrstu köflunum sem þríeinn Guð í samfélagi kærleikans. Og af því að maðurinn skapaður í Guðsmynd hann skapaður fyrir samfélag til þess að vera með einhvernum. En þó að maðurinn hafi verið skapaður fyrir samfélag, að vera par, njóta ástarinnar og samlætis, þá segir Páll að það sé gott að vera einn sem er helgaður Guði í Nýja testamentinu og færi rök fyrir því í 1. Korinthubréfi. En hér segir Guð sem upp á sköpunar það sé manninum gott að vera ekki einn. Og síðan kemur þessi furðulega saga með dýrin. Maður hugsar á hún að finna sér maka það hljómar einhvern veginn ekki rétt. En í 1. kafla sagt að Adam fólkið að drottna yfir dýrunum og sjá þau og Guð leiði þau fram til hans til þess að sjá, flokka þau og nefna þau, svo hann fari að sjá þau öll og sjá lífshætti þeirra. Og þá sér hann að ekkert þessara dýra eitt. Það samfélag og sambönd hjá þeim öllum. En hann sér að hann einn, ærið þeim að öllu leitri, í gáfum og allt annað í mynd Guðs og hvað sem en hann einn. Og vantar félaga sem ekki til, því hann ekkert að fara að finna hann eins þar annar staðar. Það þarf að finna einhvern sem honum jafningi og dýrin áttu sér maka sem var þeirra jafningi. Hann nýtur til hliðar og hann sér það enginn hér sem minn hjálpari, eða minn jafningi. Og síðan kemur með þetta orð að Guð sagði að maðurinn finnur enga meðhjálp við hæfi. Og eins og ég hef kannski einhvern tímann sagt áður, orðið meðhjálpari eða hjálpari ekki svona hækja, svona til þess aðeins að bæta við mannin, heldur þetta oftast notað 16 sinnum af 19 skiptum í Gamla testamentinu þetta notað Guð. Guð sem hjálpari Ísraels. Og hann ekki hjálpari þeirra af því hann veikbyggður og þeirra lægri, heldur af því hann sterkari og mikill og ekki af því hann þeirra þjónn. Og Adam og Eva áttu að mynda eina heildarmynd af því hvað það að vera maður og hann gat ekki gert það einn án hennar hjálpar. Svo úr síðu mannsins tekur hann og býr til konu, segir. Úr moldu hann kominn, að hold hún kominn. Bæði eiga einhverju utanákomandi sem að til var áður líf sitt að þakka, en núna eitthvað nýtt. Adam kemur af mold og ný sköpun, Eva kemur úr síðans og ný sköpun. Athyglisvert að þegar að vera að tala allan kaflan hérna, konan búin til og með honum, að þá aldrei talað annað en að þau séu bara saman og góð og þau myndi sitt samband. Það aldrei minnst á barnsburð í þessum kafla. Konan hefur gildi í sjálfu sér, ekki bara með að framleiða einhver börn. Hjónabandið hefur gildi í sjálfu sér sem samfélag tveggja einstaklinga, ekki bara til þess að halda utan fjölskyldu og börn. Ekki að þetta séu slæmi hlutir eða sé eitthvað svona seinna bætt við, heldur maðurinn skapaður sem karl og kona eru í mynd Guðs, hvort sem það eru með fjölskyldu eða ekki, þau eru fjölskylda. Og hitt bara auka blessun eins og segir í 1. kafla. Það athyglisvert, þú kíkir á aðra sköpunarsögur álíkar, það var aldrei minnst neitt á sköpun kvenna í öðrum sköpunarsögum, en sérstakt hér að konan fær stóran stað, álíka stað og maðurinn jafnvel stærri og mörg orðum eitt í hana og sköpun mannsins. En eftir að maðurinn vaknar og sér hvað búið að gerast, þá segir maðurinn, loksins,
loksins, hér beina mínum beinum og holda mínu holdi. Hún skal kona kallast af því að hún eða kvenmaður kallast af því að hún af manni tekin. Þessi einhver orðaleikur hér sem birtist ekki vel í þýðingu. Einu og fyrstu orð mannsins, allan Adams fyrir fall, loksins. Hann fagnar einingunni og jafnræði þeirra á milli. Það sem hann segir eftir við hluti af svona fyrstu brúðkaupsathöfninni. Í dag þegar brúðkaup þá segjum við taka við maka okkar í blíðu og stríðu og í veikindum og í heilbrigði. Hér við talað hold að mínu holdi og beina mínu beinum við sterka og þið veikara. Svona eiginlega samsvara svona svolítið þeim eið sem tekin í dag. Og það segir, holda mínu holdi. Og þau verða eitt hold. Allt sem kemur fyrir mig, kemur fyrir þig. Allt sem meiðir þig, meiðir mig, því að við förum í gegnum þetta sameiginlega. Og gegnum söguna hefur kirkjan oft litið niður, eins og ég sagði upphafi, á kynlíf sem eitthvað syndsamlegt eða dónalegt, nauðsynlegt til undaneldis en ekkert gott. En hér því fagnað sem gjöf frá Guði fyrir brúðhjónin. En það sem það hefur oft verið misnotað og rannsóknað í gegnum tíðina, hefur það í heildina oft fengið tabú stimpil. Svo í stað þess að kirkjan reyna að endurheimta fegur þess, hefur það oft mátt liggja undir skugga sem eitthvað svona forboðið gott. En í upphafi það bara hlutaði þegar Guð segir og sjá það var gott. Síðan segir í 24. versi, sem talið að Guð sjálfur segi þegar þau eru búin að brúðkaupið búið. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína, býr með eiginkonu sinni og þau verða eitt. Eða þau verða eitt hold. Þetta yfirlýsing hans á hjónabandinu. Og þetta reyndar orð sem eru líka notuð í sáttmála við Guð að yfirgefa Guð og líka að viðhalda sáttmálanum og merkir að þau yfirgefa bara foreldra að búa með konunum sinni og þjóna hvor öðru á hollustu. Alveg eins og sáttmála Guðs og manna. Og þau að gera það með sér sáttmála hér. Enda tölum við enn í dagum sem hjónaband sem sáttmála á milli mannsins, konunnar og Guðs. Ekki bara form kúgunar, eins og sem við myndum kalla það, eða þá svona samning bara við ríki. Það alveg sér sko. En hjónabandi sem svona trúarleg stofnun sáttmáli milli þessara. Og það segir að drottinn, ég gleymdi kannski að taka það fram. Í 22. versi, drottinn myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og hann leiddi hana til mannsins. Svolítið svona eins og faðir leiðir brúðurna til brúðgumans enn í dag. Og síðan nefnir hann þessa 3 hluti hjónabandið. Þess vegna yfirgefur maður föður og móður sína. Hjónabandið einmitt einkastofnun milli 2 aðila, ekki 3 aðila. Það karl og kona, ekki karl og kona og tengda mamma eða eitthvað svoleiðis sko. Og sterkari bönd hjónabandsins en barns við foreldri í raun og veru hér. Af því hann segir þú ferð í burtu, það ennþá fínt að boða þetta staðar að virða foreldra, en það eitthvað nýtt hér og þá bara svona strik á milli. Sem að hefur reynt mörgum mjög aðeins auðveldara að fólk hefði tekið þetta inn í myndina. Þannig slítur hann aðeins á böndin til þess að mynda sína eigin nýju fjölskyldu. Og þau yfirgefa, segir hann, og þau búa saman. Sambandið átt að vera til frambúðar og vera varanlegt í fullkomnum heimaminnstakosti. Hvort sem þau voru með börn eða ekki, þá áttu þau að vera til frambúðar saman sem fjölskylda. Og það segir hér, og þau verða eitt, eða orðrétt eitt hold. Og síðan segir að þau voru nakin, kallinn og kona hans, en blygðuðu sín ekki, eða þau skömmuðust sín ekki. Í Gamla testamentinu kemur ekki fram að fólk þurfa að blygða sín þegar það verið að ræða kynlíf sem hluta sköpun Guðs. Þegar hann sagði og sjá það var gott, átti hann líka við það. Hann setur kynlífinu undir stað innan hjónabands og góðri ástæðu. Þar öryggi og kærleikur og nándin. En það engin skömm til staðar. En þú getur ekki verið einn með mörgum einstaklingum, segir Páll í Nýja testamentinu, þegar hann talar til fólks sem að stunda kynlíf hér og þar utan hjónabandsins. Þú verður aldrei
heill af því. Því að í öðrum kaflanum, það var einmitt alveg eins og í fyrsta kaflanum verið að fullklára eitthvað. Sko það verður heild úr einhverju. Maðurinn sem einn, hann finnur sér hinn helming og þau verða eitt, því þá verður maðurinn heill. Alveg svo við fórum í fyrsta kafla með dagana 3 og síðan næstu 3 þar sem að verður einhver svona heilindi til staðar í sköpuninni. En eitt holda náttúrulega við meirum kynlíf, það er einn tilgangur, þau eru eitt. Einkvæni leiðir til svona heildar einstaklingsins. Og hjónabandið eða sambandið eins og Guð áætlaði það er þá þetta. Og það er sagt, það er enda bara alltaf langt til að fara hér, en ef þú vilt skilja allt sem að síðar kemur í Nýja testamentinu og Gamla testamentinu þetta, þá skilur það út frá þessum versum hér í fyrstu 2 köflunum. Og þá hefur þú svona grundvöllin til þess að túlka hitt út frá því. En þau blygðuðust sín ekki. Í fullkomnum heimi lítur fólk á sína persónu og sitt kynferði heildrænum augum og það er engin skömm til staðar. Það er mitt segir, það var engin skömm. Blygðuðust sín ekki. Skömm á sér kannski náttúrulega stað þegar maðurinn þarf að kunna skamma sín þegar hann gerir eitthvað fáránlega heimskulegt og rangt. En það er rosalega mikið skömm yfir hlutum sem að engin skömm ætti að ríkja yfir. Fólk skamma sín yfir eigin útliti og blíða sín fyrir eitthvað sem einhverju aðri gera, ekki þeir, kannski einhverju tengdi þeim. Skömm yfir því hver ég er eða ég gerði einhver tíma fyrir löngu síðan. Og í gegnum sögu kristindómsins hefur oft ríkt skömm bara yfir öllu kynferðismálum og allt sett í sama hátt, bara skömm, þannig að setjum þetta til hliðar. Sumir lifa með sekt og skömm alla sína ævi út af einhverju. Hún getur verið rosalega íþyngjandi, en hún getur líka verið fölsk skömm, eða hvernig sem maður orðar þetta best. Jesú Kristur, segir í ritningunni og í Gamla testamentinu, kom til þess að taka í burtu okkar sekt og okkar skömm. Því í samfélagi við Guð þá er engin þörf fyrir svona sekt alla stundir og skömm. Maðurinn stóð í upphafi frammi fyrir Guði, frammi fyrir maka sínum og það var engin, hann blygðaði sín ekki neitt. Það segir í Biblíunni að Guð sé svona í endurreisna bransanum að vinna í því að umbreyta okkur í sína mynd og þegar Guð tekur mannin og vinnur í honum og fyrirgefur honum, tekur hann í burt sekt og skömm. En við viljum oft svona kannski leyfa fyrirgefninguna einhverju leyti en halda pínu í sektin og skömm til þess að láta okkur hafa smá ástæðum til þess að líða illa. Ef þú býrð með skömm eða sekt eða blygðast þín fyrir eitthvað, gefið hann að Guði. Hann er í því að búa til nýja hluti úr engu, sáum við í fyrsta kaflanum. En það segir í Nýja testamentinu, ef að einhver er í Kristi, þá getur hann orðið nýr maður. Þá er hann orðið nýr maður og hliðina sem hann var, það er orðið að engu og eitthvað sem er nýtt kemur í staðinn. Þannig að það sem var skömm og sekt og var, það þarf ekki að vera lengur og nú er eitthvað sem er nýtt. Skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir orð þitt í dag. Við biðjum þess að þú megi hjálpa okkur, Faðir, að læra af orðið þínu, að við getum séð vilja þinn fyrir okkar sem er góður. Við getum séð vilja þinn fyrir okkur í okkar samböndum og samskiptum. Við getum séð vilja þinn fyrir okkur í að endurreisa okkur og byggja okkur upp á nýtt. Í þinni vilja fyrir okkur að endurskapa og móta okkur aftur í þína mynd. Ég lofum þig fyrir það að þú hefur hjá þér nóg af náð og fyrirgefningu, þar sem að við getum komið til þín, skilið eftir okkar syndir og sekt og orðið nýr einstaklingar í þér. Þannig að við getum eins og Adami við upphafi staðið frammi fyrir þér og hvort öðru án þess að vera með sektarkennd, án þess að blygðast okkar fyrir allt. Ég bið þess, Faðir, að það megi vera, þessi náð megi vera okkur raunveruleg sem fólk, sem börn þín. Við biðjum þess og þökkum í Jesú nafni. Amen.